Verið velkomin á skjáinn. Já. Hérna, Grace Church on Daily Prayer. Það er búið að vera annríkur dagur hjá okkur, mikið að gera og þar af leiðandi náðum við ekki að auglýsa hvenær við myndum koma hér í kvöld. Hvenær við getum náð starta útsendingunni, en við gerum það sem Guð segir okkur að gera, og það er að ekki klikka á hverjum degi þá komum við með útsendingu hér live á hvaða tíma sem það er. Því að okkar tilgangur er að bera út góðu fréttirnar og afsakið tímann. Sorry about that we came a little bit late, but good in some other countries, so that we are on the right time, like in the middle of the day. Like, what is time now? It's like, okay, so it's like 7 o'clock in New York, and in LA it's like 4 o'clock, something like that, or maybe 3 o'clock p.m., 3 p.m., something like that. And then the time schedule in Asia is like, in Singapore it's like 7 hours. It's started to be morning time there, and that's how it is. And may God bless you with these words today on this wonderful Tuesday. Og með þessi orð í dag vera eitthvað til blessunar á þessum yndislega þriðjudegi, og við elskum ykkur. Eins og ávallt, like always, my beautiful, beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Já, elsku Jesús, leggjum þessu stundi þínir hendi, drottinn minn. Heilagur Andi, ég bið svo blessi varur okkar Sigga og gefur okkur frið í hug okkar og hjart okkar, og líka þeirra sem eru heima að hlusta, drottinn minn, og horfa. Og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðan nokkrum. Við ætlum að lyfta upp Óskari, we're going to lift up Óskar, Hrafni, Oddi, Helgu, Sveini, Inga, Önnu, Einar og Söru. We ask you to ask God to bless them, ask the Holy Spirit to help them with what they're dealing with, and like you know, God answers our prayers, and only thing we have to do is pray for them, and God will bless them. Og eins og nöfnum sem við nefnum hér, að við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan Anda að stíga inn í líf þeirra og hjálpa þeim með það sem þau eru að eiga við. Og eins og þið vitið, þá ansar Guð bænum okkar. Í Jesú heila nafni, amen, and everybody say amen on this wonderful Tuesday, on this wonderful þriðjudegi. Yndislega þriðjudegi. And we are in the letter of Peter, and we wrote the last time we wrote First Peter, first letter of Peter, and now we are gonna read the second letter of Peter today. And like we hear on in Grace Church Daily Prayer, we always like to get the whole news through. So we are going to
read the whole letter today. Yeah. These are short letters, so it's not too much to read. So, so give us the time, and we love you. Yes, love you. We love you. We love all people. Amen. Amen. But we are not perfect, but God is perfect. In Jesus' Sure. name, amen. 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 Síðara almenna bréf Péturs. Símon Pétur, þjónn og póstur Jesú Krist, heilsa þeim sem hlotið hafa hina sömu dýrmætu trú og vér fyrir réttlæti Guðs vors og frelsara vors Jesú Krist. Náð og friður margfaldi styður til handa með þekkingu á Guði og Jesú drottni voru. Hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum sem kallaði oss með sinni eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skyldu verða hlutakendur í guðlegu eðli. Þér hafi komist undan spillingunni í heiminum sem gindin veldur, leggið þess vegna alla stund á að ausina í trú yðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsöguninni þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Því að þér hafið þetta til að bera og farið vaxandi í því, munu þér ekki verða iðjulausir né ávaxtalausir í þekkingun og drottni vorum Jesú Krist. En sá sem ekki hefur þetta til að bera blindur í skammsýn sinni og hefur gleymt hreinsun fyrir syndla sinna. Kosti þess vegna því fremur kaps bræður að gjöra köllin yðar og útvalning vissa, ef þér gjörið þetta munuð þér aldrei hrasa. Á þann hátt munu yður ríkulega veitast inngangur í hið eilífa ríki drottins vors frelsara Jesú Krist. Þess vegna ætla ég mér ávallt að minna yður á þetta, enda þótt þið vitið það og séu staðföstir í orðnir í þeim sannleika sem þér nú hafið öðlast. Ég álít mér líka skylt á meðan ég í þessari tjaldbúð að halda yður vakandi með því að rifja þetta upp fyrir yður. Ég veit að þess mun skamms bíða að tjaldbúð minni verði svipt, hefur drottinn vor Jesú Kristur birt mér, og ég vil einnig leggja kappa á að þér ætið eftir burtför mína geta minnst, ekki fylgdu vér uppspunnum skrögusögum vér kunngjörðum yður mátt og komu drottinn vor Jesú Krist, heldur vorum vér sjónvotar af hátíð hans, því að hann meðtók af Guði föður, heiður og dýrð, þá raust barst honum frá hinni dýrlegu hátíð. Þessi minn elskaði sonur sem ég velþóknun á. Þessi raust heyrðum vér sjálfur koma frá himni, þá vér vorum með honum á fjallinu helga. En þá áreiðanlega oss því nú hið spámanlega orð, og það rétt af yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkrum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarnan rennur upp í hjörtum yðar. Vitið það umfram allt að engin þýðir neinn
spádómsritningarinnar af sjálfum sér, því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram af vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. En falsspámenn komu einnig upp meðal Ísis. Eins munu falskennendur líka verða á meðaliðar og smeyja munu inn háskalegum villikenningum og jafnvel afneita herra sínum, sem keypti þá og leiða yfir sig sjálfa bráða glötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra munu vegi sannleikans verða hartmælt. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa yður að féþúfu, en dómurinn yfir þeim löngu felldur og fyrnist ekki. Og glötun þeirra blundar ekki. Ekki þyrmdi Guð englunum þeir synguðu, hann steytti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrhella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en veitti Nóa, prédikara réttlætisins, við áttundan mann hann lét vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann brenndi borgirnar Sódómu og Gómoru til ösku, dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim síðar lifðu óguðlegu, en frelsaði Lot, hinn réttláta mann, mættist af svívirðulegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum hann sá og heyrði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að hrífa hina guðhræddu úr freistingu, en refsa hinum ranglátu. Geyma þá til dómsdag, einkum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífsfýst og fyrirlíta drottins vald. Þessir fylgjörfu sjálfsbyrginar skýrast ekki við að lastmæla tiggnum. Jafnvel englar sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar að þeir ákæra þá hjá drottni. Þessi menn eru eins og skynlausar skepnur sem eru fæddar til að veiðast og tortímast. Þær lastmæla því sem þeir þekki ekki og munu þess vegna í spillingunni sinni undir lok líða og bera þannig úr bítum laun ranglætis. Þeir hafa yndi að svalla miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir neita máltíð með yður og svalla. Í augu þeirra eru full hordóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir, hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd, það bölvunni við þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Belem, sonur Bóors, sem elskaði ranglætislaun, en hann fékk ádreipu fyrir glæp sinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál, aftræði fásinnu spámannsins. Vatnslausir brunnar
þessir menn, tvogarhakti af hvassviðrið þeirra býður dýpsta myrkur, þeir láta klingja drembileg hégómsorð og tæla með holdlegum gindum og svífurlegum lifnaði. Þá sem fyrir skömmu hafa sloppið frá þeim sem ganga í villu, þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfir þrælar spillingarinnar. Því að sér hver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. En þeir sem fyrir þekkingu af drottni vorum og frelsari Jesú Krist voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og biðja ósigur, þá hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaboði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli, hundur snýr aftur til spýju sinnar og tvegið svín velti sér í sama saur. Nú ætla ég að biðja fallega konu mína að ljúka þessu. Þriðja kaflanum, það er þriðja versinu. Kafli 3. Þetta er nú annað bréfið sem ég skrifa yður, þér elskaðir. Og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu hreina hugafari, vakandi hjá yður. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir yður þau orð sem hinir heilugu spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara postularnir hafa flutt. Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast að eigin girndum og segja með spotti: hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnarnir sem voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. En þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags ógulegir menn munu dæmdir verða og tortrymmast. En þetta eitt má yður ekki gleymast, þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki drottinn sinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það sinnlæti, heldur er hann langlyndur við yður. Þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar allt þetta ferst þannig, hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilagra breytni, guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefni bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans vænti vér nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræði. Þetta það sem hinn elskaði bróðir vor, Páll hefur ritað yður eftir þeirri speki sem honum gefin. Það gjörir hann líka í öllum bréfum sínum sem hann talar þetta, en í þeim sumt þungskilið fáfróðir og staðfestulausi menn að rangsnúa eins og öðrum ritum sjálfum sér til tortrymmingar.
með því að þér vitið þetta fyrirfram, þér elskaðir, þá hafið þið gátað yður að þér látið eigi dragast með að villu þverbrotinna manna og falli frá staðfestu yðar. Vaxið í náð og þakkingu Drottin vors og frelsara, Jesú Krist. Honum sé dýrðin nú og til eilífðar dags. Amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Now we are gonna, like always we do here, Yeah. we play the King James 1611. Because you who are Bible learned, you know the scriptures have changed a little bit through the times, like Yeah. put it in something, they always give an explanation. It's like we don't know how to read, and we gotta put it in some new form, like so people understand. But we, of course, all of us know how to read and we understand. We all have an IQ, high IQ, and we know how this works. And this is just a hammer. And people always asking me why I use this. It's just a necklace my friend gave to me, and it's just a necklace. It's just I have rings, and doesn't mean anything. It's just dead things, and they don't mean anything. Just I like them, but they don't mean anything. If people believe in some things, if people believe in stone, they believe in stone. I don't believe in stone. I believe in the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. In Jesus' name, amen. Amen. That's my belief. I'm just me. I like to dress like I'm Christian. I can dress like I want to. And I'm a free man. Like you're a free man. We have a free choice to dress like we want. That's what God gave us. That's how it is. Yes. And we are here just to bring you the good news. Við erum bara hér til að gefa ykkur góðu fréttirnar sem að við Jesú Kristur bað okkur að gera, að lesa Nýja testamentið og koma því áleiðis sem eru góðu fréttirnar, að hann frelsaði okkur undan lögmálinu og öllu því og losaði okkur undan syndinni og frelsaði okkur í Jesú nafni. Amen. Amen. And now we are going to play this in King James 1611. So it's always good to listen to King James 1611 and þið sem eru íslensk, og ég veit að þið flestar skilji ensku og bið ykkur að hlusta á King James 1611. Það svona mjög lifandi í King James 1611 og svona fallega skrifað og ritað í Jesú nafni. Amen. Amen. So enjoy og njótið. So. The second letter of Peter, chapter 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue,
whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shown me. Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn, and the day star arise in your hearts, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake, as they were moved by the Holy Ghost. Til að hlusta Pétur. 2 Peter 2. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bore them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, and seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord. But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of unrighteousness, as they that counted pleasure to riot in the daytime. Spots they are, and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and heart they have exercised with covetous practices,
cursed children, which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam the son of Besor, who loved the wages of unrighteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb ass, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness. Those that were clean escape from them who live in error. Or they promise them liberty. They themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. For if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it has happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to a wallowing in the mire. Second Peter 3. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Savior, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, Where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also, and the works that are therein, shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, when the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat? Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found of him in peace, without spot and blameless, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Í Jesu nafni, amen. And everybody say amen on this beautiful Tuesday. Og þið segja amen á þessum yndislega þriðjudegi. Amen. Amen. Vonið að þið notið þess að hlusta hér á King James 1611 og hérna
við gerum það hér bæði, við erum með erlendis frá og hér á Íslandi og þá spilum við á báðum tungum, ensku og íslensku til þess að ná til beggja hópra. Já. Og núna ef þú ert að hlusta hér og hefur ekki tekið við Guði og það er að gefa þér tækifæri til þess því Guð lofar að ef þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndið þínar og hann hafi hreinsað þig með blóði sínu og hann hafi risið upp á þriðja degi og hann sé lifandi í dag að þá kemur Guð og stígur inn í heilagur andi, kemur og stígur inn í hjarta þér og frelsar þig og þá getur þú biðið til hans og hann svarar bænum þínum og hann mun gefa þér styrk eins og stendur í ritningunni, hann mun alltaf gefa þér 120% styrk í öllum kringumstæðum sem þú ert í. Maður oft finnur ekki kannski fyrir því að Guð sé að gefa manni styrk en Guð elskar mann það mikið að hann alltaf að gefa manni styrk. En það er stundum þannig að kannski maður að eiga við mjög erfiðar aðstæður að manni kannski finnst eins og maður sé ekki að fá styrk frá honum en hann að gefa manni styrk og ef maður fengi ekki þennan styrk þá kemst maður ekki í gegnum þessar raunir sem maður að eiga við og það er svolítið þannig eins og með lífið okkar að við göngum í gegnum lífið og lífið er alls konar og lífið er stundum sorg og missum ástvini og annað og þá gefur Guð okkur styrk til þess að eiga við þær aðstæður. Í Jesú nafni, amen. And if you are listening here for the first time and you haven't received Jesus into your heart, then God promised if you believe that Jesus went on the cross and he died for your sins and he cleansed you with his blood completely and he rose on the third day and he's alive today, then if you believe that in your heart, then God is going to come, that the Holy Spirit is going to come into your heart and he's going to save you. And then you can pray to him and he's gonna help you. And like he's helped me and all the people here who are listening, who are Christian people, they know this. They know the love from God. And that's our God. Yes. And that's the only God. And we here, the Christian people, but we love all people and people have free wills and they can do what they want to do, but God wants us to stay with him. Yes. Yes. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Tuesday. Amen. Amen á þessum yndislega þriðjudegi. Og ég ætla að fara með bænina á íslensku fyrst og hafði þessu orð eftir mér og þá mun
Guð stíga inn í hjarta þér. Í Jesú nafni, amen. Amen. Drottin Jesús. Drottinn Jesús, Ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að þú sést sonur Guðs. Ég trúi að þú dáða á krossunum fyrir syndi mínar Ég trúi að hafa dáið á krossunum fyrir syndi mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsi mig allri synd. Ég trúi að þú hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að þú hafi risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndi mínar ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndi mínar og þú mig algjörlega með blóði þínu. og þú mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurniði anda minn endurniði anda minn og gerði mig að nýri sköpun í þér. og gerðu mig nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í lífið mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóðið að fyrir blóð þitt er ég ný sköpun, er nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður þér. Í Jesú nafni, Amen. Og þú sem að fórst með þessa bæn, verður velkomin í kristna heiminn. Já. Verður velkomin Amen. til Jesú. Í Jesú nafni, amen. Jesú, amen. Hann er drottinn þinn og frelsari. Í Jesú nafni, amen. And now I'm going to read this in English, so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sin. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me I ask you to forgive me for all my sins for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now and ask you to come into my life. and ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, and loved by you. and loved by you. In Jesus' Jesus' name, name, amen. And be welcome to the kingdom of God. Yeah, amen. Jesus' name, amen. And the Holy Spirit Amen. is going to come upon you. Yes. And like always, remember this. Tell your family that you love them. Tell your wife and wives, tell your husbands that you love them, and tell your children that you love them, and pray for them, and love your neighbor like yourself, and pray for your neighbor. Love your enemy and pray for him. Yes. And then God is going to bless you Yeah. because God is our creator. He created all people and we are all His. And He loves us more than we can ever imagine. Because He is love. Yeah. And that's our God. Og munið
því sem er að hlusta að konur elski mannin ykkar og segið hann við hann að þið elski hann og þið karlmenn segið við konurnar að þið elskið þær og einnig segið þær við börnin ykkar að þið elskið þau og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar og börnum og konunni og öllu biðjið fyrir hvoru öðru og einnig elskið náungan eins og sjálfan ykkur og biðjið fyrir náunganum og einnig biðjið fyrir óvin ykkar og elskið óvin ykkar og þá mun Guð svo sannarlega blessa þig Já. því við erum öll sköpun Guðs og Guð elskar okkur án skilyrða. Það er þannig, hann elskar okkur. Hann elskar okkur. Það er þannig. Amen. Og við erum sköpun hans og hann gaf okkur frjálsan vilja og stundum notar fólk hennan frjálsa vilja sér til glötunar og sér til gleði og lætur þetta blómstra hið góða sem þessi frjálsi vilji er og það er það sem við erum að berjast við að það er þessi frjálsi vilji sem er í okkur að hann er alltaf að biðja einhverja hluti því að við erum svolítið alin upp á sjónvörpum, glamur í Hollywood og alls konar svona hlutum og okkur aðeins langar í flottari bíl og okkur langar í aðeins flottara þetta og ekkert er nógu gott en Guð er alltaf góður, Guð klikkar aldrei og þannig er það. God never fails. It doesn't matter if you're gonna buy houses, cars, whatever you do. It's not gonna fill the emptiness you get inside what God gives you. God gives you love, pure love. That's our God. We love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna á Íslandi og við sendum okkur ást til ykkar og eigið yndislegan þriðjudag and have a wonderful Tuesday and everybody say Amen. 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 Bye bye. Bye. Elskum ykkur. Lola, bye. Bye bye. Sjá.